Þetta bara fyrstu viðbrögð eftir þennan leik á móti Þrótti? Lífsnauðsynlegur. Komum svolítið, vorum búin að brotnir og litlir í okkur fram eftir viku eftir mjög slæmt tap síðustu helgi og þú veist, það byrjuðum bara einhvern veginn svona grunnvinnun fyrri hálfleik, bara loka sjoppunni pínlítið. Einhvern eftir að fengja á sig 6 mörk síðustu helgi og þú veist, menn voru særðir og bara þú veist, menn þurfti að grafa djúpt eftir þessu og að fá svona sigurmark í jöfnum leik hrikalega sætt og vonandi svona innspýting inn í tímabilið sem hefur svona verið risjótt í byrjun. En svo þú sagðir, þessi fyrri hálfleikur, hann var ekki kannski mikið fyrir augað? Nei, og þú veist, og það var bara meðvitað í okkur pínlítið bara komast í grunnskipulagið að klára það, loka svæðum, varnarvinnu semið, þú veist, það vantaði allt upp á það síðustu helgi. Byrjunum þar leikmennir svöruðu því og svo var svona planið í seinni hálfleik að stíga ofar á sem við gerðum og þá fannst mér við betra lið á vellinum þegar við bara vorum svona búin að, þú veist, menn voru skíthræddir inn í fyrri hálfleik, menn voru að taka mjög vittlausar ákvarðanir, þú veist, það var bara stress eftir síðustu helgi og svona þegar við bara þorðum að stíga og stýra leiknum þá fannst mér við hafa yfirhöndina, fáum sénsa inn að 3 í röð á tímabili sem var svona moment sem ég fannst en þú veist, við vissum að eitt augnablik geti klárað þetta og sko Máni Dalstein hefur aldrei hitt boltan svona vel á lífsleiðinni sko og mun sennilega ekki gera það aftur, þetta var geggjað skot og þú veist, og hann skilur, hann 19 ára, hann heimamaður, hann kemur hérna fyrir tímabil, búinn að vera í flott unglingastarfi á Káa og þú veist, bara finna það hjá honum í vikunni hvað það særði hann mikið síðustu helgi, þú veist, og hann veit örugglega sjálfur, við vorum alveg 50-50 hafa hann í liðinu í dag, en við ákváðum að veðja svolítið á hjartaði mönnum, fá menn sem við actually finnum að þetta skiptir miklu máli. Máni er einn af þeim og hann lagði líf og sáli og dótti skil að klára þetta svona. Hvernig var þetta að sjá hann bara syngja þarna í horninu? Það voru allir brjálaðir á bekknum hann hefði skotið því að vildi allir fá fyrirgjöf, það hélt enginn að Máni gæti skotið svona. En bara geggjað augnablik og fögnuðurinn var eftir því, maður misti sig aðeins hann í gleðinni en ég hljóp þó allan í rétta átt. Já, þú fórst eitthvað að einhverju skilti allavega, ekki? Já, ég hljóp hann, mér langaði svona að leika eftir Auðun Helgason í fyrstu umferð á móti Haukum og hlaupi við bekkinn sko en það sem hann var ekki hérna og lét ég að vera og fór í hinn áttina. Það er bara, þú veist maður líka bara hún sjálfur bara sem þjálfari bara, þú veist, þegar þú tapar 6-0 og eins og við töpuðum á móti Kára síðustu helgi, þú veist, það var bara óboðlegt og þá fer maður bara að hugsa allt sem þjálfari. Maður er bara búinn að finna fyrir ábyrgð og pressu í vikuna að laga þetta og þú veist, þegar það kemur svona, mann ekki hvað mínúta þetta er 88 eða eitthvað, þá verður maður að fá að fagna þess og röddin fari líka. Hvað heldur þetta að gera fyrir í liðið? Bara mikið boost vonandi, þú veist, og það er bara, þú veist, þessi deildið þannig að koma á köflum á tímabilinu álagspunktar og það er næsta vika, það er bara leikur strax á miðvikudaginn á Grenivík, alvöru grannaslagur, við bara getum horft hérna yfir og sé þá. Þeir mæta dýrvöldsleik, þeir eru alltaf 100% onnit þegar við erum að spila við þá og erum með mikið af góðum einstaklingum og þeir eru í sömu stöðu og við skilur vorum í dag, þeir þurfa að svara svolítið fyrir brotið stolt og þú veist, við þurfum bara, þú veist, gott í dag en við þurfum 20% von á þetta til að gera eitthvað þar. Hefur áður spilað á Grenivík? Aldrei. Ég hef ekki einu sinni komið á Grenivík. Það er skemmtilegt, bara gangið vel til hamingju sigurinn. Takk fyrir það.